Já, ég er að fara að kynna lokaverkefnið mitt. Einu markmiðin mín sem ég hafði fyrir þessu lokaverkefni var að búa til lag í þessu forriti sem heitir Reason Intro. En ég ákvað að nota Reason út af því bróðir minn notar það og hann er, já, eins og þið vitið þá er hann í Keflavík, eða Keflavík. Já, svo þess vegna það er aðal ástæðan af hverju ég notaði Reason Intro. En annars eru líka til mörg forrit sem er hægt að nota, til dæmis eins og GarageBand. Og GarageBand, þú veist, ég veit ekki. It's the same thing. Já, en meira af verkefninu, svo ég byrjaði að downloada Reason Intro, en það gekk ekki nógu vel og ég var í smá vandamál með það. Ég gat ekki alveg downloada Reason, eða þú veist, ég gat það en ég gat ekki opnað. Svo ég þurfti fyrst að finna út úr því og ég gerði það og já, það kom allt bara í lag. Eftir það þá byrjaði ég að leika mér á forritið og ég var að reyna að læra á það en það gekk ekki mjög vel. Svo ég fekk Ármann til þess að hjálpa mér að kenna mér á þetta, hvað ég gæti gert með bara trommur og allt, hvernig ég gæti gert beat til dæmis. En samt lærði ég helling á þessu verkefni. Ég lærði bara hvernig maður á að gera almennilegt lag, eða þú veist, allavega sem ég veit að. Kannski er þetta hægt að gera það betur, en ég lærði þú veist, á minn hátt. En allt við þetta ferli var alveg dásamlegt. Þetta var skemmtilegasta upplifun bara í langan tíma. Hvernig maður býr til lag, já, það er spennandi. En það gerðist líka mörg mistök í þessu verkefni. Alveg svakalega mörg lítil. En það gerðist líka eitt stórt. Það var að þegar ég var búinn með eitt lag, ég var að fara að klára eitt lag, þá seifaði ég annað lag og einhver fór í tölvuna mína og exitaði lagið sem ég var búinn að vera að vinna á og þá var það ekki lagið sem ég seifaði og þá deletaðist bara allt sem ég hef verið að vinna í 2 vikur kannski meira 1,5. En það stöðvaði mig ekki, ég fór og bara gerði nýtt lag og já. Hann Eiríkur vildi endilega segja smá setningu fyrir okkur. Axel er þinn bestu. Ég lét hann alls ekki segja þetta. En ég held að segja ekki meira fyrir mig að segja en þetta var bara frábært. Og verkefni gekk alveg ágætlega. Svo því miður, já, lagið sem ég bjó til var ekkert það langt, en já, út af því þetta gerðist og þannig að hitt lagið deletaðist. En hérna, þið megið alveg hlusta það. Og takk fyrir mig. Þetta er skemmtilegt.